Það örstutt hlé eins og þeir segja hjá Ríkissjónvarpinu. Þetta mun byrja von bráðar. Við erum næstum því búin að fylla salinn eða takmarkanir. Það er bara góð mæting. Það er góð COVID-mæting. Já, góðu gestir, ég ætla að byrja á því að byrja ykkur velkomin hérna á þennan kynningafund vegna aðalskipulagsbreytingar á Hafnarsvæðinu í Hafnarfirði. Það er að fara í gang ferli lítur að svo kallari aðalskipulagsbreytingu eins og það heitir samkvæmt skipulagslögum sem svona grunnforsendan fyrir því að uppbygging og breyting geti hafist. En áður en slíkt garð gengið þá rétt að rekja söguna og tilurð þessa aðalskipulagsbreytingar svona í örstuttu máli og mun ég svona aðeins fara yfir það en í upphafi þá var fyrir nokkrum árum hafist handa við að skoða svæði umhverfis höfnina og Hafnarsvæðið og það var kallað svona Flensborgarverkefni þar sem menn voru að skoða og stúdera hvernig þetta svæði gæti þróast. Og það voru starfshópar í gangi sem sinntu og skoðuðu möguleika þarna og skiluðu af sér greinagerð meðal annars 2016 eftir svona talsverða gagnaöflun og yfirlegu. Nú síðan tekin ákvörðun 2018 að hefja svo kallaða skipulagssamkeppni svæðið og þetta var stór og mikil skipulagssamkeppni sem auglýst var og hún var í samstarfi Hafnarinnar og Hafnarfjarðarbæjar og í samráði við Arkitektafélag Íslands hvernig staðið skuli að slíkum samkeppnum. Það bárust fjölmargar tillögur og dómnefnd hóf störf og sú dómnefnd skilaði af sér í raun og veru því áliti að 2 tillögur voru valdar til áframhaldandi úrvinnslu. Og sú vinna hélt áfram og kannski Guðrún vill fletta yfir á næstu mynd að þessi hönnunarsamkeppni 2018 sigur úr býtum báru 2 stofur, það var annars vegar hollensk-íslensk arkitektastofa með staðsetningu í Rotterdam og svo hins vegar sænskir aðilar frá Gautaborg, Kaminski og Mareld og þessir aðilar voru með í raun og veru sitt hvora tillöguna getum við sagt og í meginatriðum má kannski segja að hollenska tillagan hún snerist meira að byggðinni og því sem hér í kringum Hafnarsvæðið en Svíarnir voru að vinna meira með sjálfa höfnina og það vildi bara þannig skemmtilega til að dómnefndinni þótti þessar tillögur svona nálgast þau vandamál og þá problematík sem menn vildu reyna að leysa hvað best. Þannig að niðurstaðan var í raun og veru sú að þessar tillögur voru valdar til áframhaldandi vinnu og þessar tillögur voru unnar í sameiningu af þessum 2 stofum. Og ef við förum þá bara yfir á næstu mynd, í þessu þá komu fram svona hugmyndur hvernig mætti standa að breytingum og uppbyggingu á Hafnarsvæðinu og vinnan við þetta í raun og veru var að menn unnu svo kallað rammaskipulag og rammaáætlun og það þarf að skilgreina líka þannig að menn átti sig á hvað rammaáætlun er. Rammaáætlun í raun og veru vilja yfirlýsing sveitarfélags og hlutaðeigandi aðila að hún svona gefur okkur línuna, hún leggur línuna hvernig við viljum sjá byggðina þróast. Til þess að fara aðeins yfir kannski lagaramman af þessu sem menn átti sig á, þá aðalskipulag almennt í gildi í 12 ár. Og áður en aðalskipulag samþykkt í sveitarstjórn og hefur hlotið alla þá svona meðferð sem lögin gera ráð fyrir,
að þá svo oft og tíðum unnið svo kallar rammaskipulag sem svona leiðbeinandi plagg. Það var í raun og veru unnið og það var lagt fram plagg af þeirra hálfu, þar að segja Svíana og Hollendingana eins og ég kýs að kalla þá. Og þetta plagg fór síðan fyrir bæjarstjórn og bæjarstjórn samþykkti í raun og veru þessa rammaáætlun eða þetta rammaskipulag. Nú í kjölfar þess þá var ákveðið á fundi bæjarstjórnar núna í apríl 2020 að hefja vinnu við í raun og veru svo kallað aðalskipulagsbreytingu. Og ég kem nú að því hvað það þýðir svo hérna á eftir. En þessi rammaskipulagsbreyting hún hefst með því eins og lögin kveða á að unnin ákveðin lýsing sem tekið mið af svona helstu markmiðum og þar tíunda svona helstu atriði sem menn að sækjast eftir að ná fram í aðalskipulagsbreytingunni. Og þá rammaskipulagið náttúrulega hluti af þeim grunni. Nú, þegar það lá fyrir í raun og veru þetta allt saman og ef þú tækir þá bara kannski næstu mynd að þá byggist það á þessari hugmyndavinnu sem ég gat og liggur fyrir í rammaskipulaginu að menn færu í að vinna svona ákveðna breytingar á öllu hafnarsvæðinu því að í dag þetta skilgreint sem eingöngu sem hafnarsvæði og í rammaáætluninni, rammaskipulaginu kemur fram að menn stefna því í raun og veru að opna á valkosti í byggðaþróun á öllu svæðinu. Auk þess tóku menn ákvörðun það að láta svæðið, þar að segja sem aðalskipulagsbreytingin næði til, að það teygði sig lengra út eftir og væri eilítið stærra en rammaskipulagið kveður á Þetta í raun og veru sá ytri rammi sem aðalskipulagið nær til og skulum við þá í raun og veru hefja bara kynningu á aðalskipulagsuppdrættinum. Ef þú tækir næstu mynd. Aðalskipulag Hafnarfjarðar fyrir hafnarsvæðið í dag eins og kemur fram hér á þessari myndi að landnotkunin öll blálituð. Það þýðir í raun og veru að samkvæmt þá gildandi deiliskipulagi fyrir lóðir og annað að þá gert ráð fyrir því að öll uppbygging og öll breyting taki mið af því að á svæðinu sé það sem kallað samkvæmt skipulagsreglugerð og landnotkunin þá hafsækin starfsemi. Nú rammaáætlunin og þessi vinna sem ég gat áðan að hún þess eðlis að menn gerðu ráð fyrir að ýmiss konar önnur starfsemi gæti komið inn á svæðið og það þarf þá til svo kallað landnotkunarbreytingu. Og það þýðir í raun og veru fara að skilgreina í raun og veru nánar ákveðna hluta af höfninni og í þessu tilviki völdu menn að vera með svo kallað miðsvæði íbúðabyggð miðsvæði hér og svo hafsækna starfsemi. Og eins og við leggjum til hér í þessari tillögu, þá við að leggja til að nánari skilgreining á landnotkunni megi skilgreina í væntanlegu deiliskipulagi einstakra reita og svæða. Þá kann einhver að spyrja, hvað þýðir það? Jú, það þýðir í raun og veru að við að opna inn á til að mynda hér að miðbæjar eða miðsvæði starfsemi verði algengar hér sem þýðir að fjölbreyttari notkun geti verið á lóðunum en sú sem í dag, þar að segja að menn geti verið með þarna verslanir, skrifstofur, þjónustu, hótel og fleiri þeimdur. Hér aftur á móti gert ráð fyrir því að þarna verði væntanlega einhvers konar íbúðabyggð í meginatriðum en þó skilgreint þannig að á neðri hæðum húsana megi gera ráð fyrir verslun og þjónustu. Nú, það sama á við sjálfa hafnarsvæði þar gert ráð fyrir því að megin starfsemi verði svo kallað miðsvæði en þó með möguleika á annari starfsemi á efri hæðum, íbúðum og slíkri starfsemi. Það ekki því til fyrirstöðu reyndar að atvinnustarfsemi rúmist í húsunum alfarið, það í raun og veru bara undir lóðarhöfum og deiliskipulagi komið hvað menn velja. Það sama á við hér að hér náttúrulega gert ráð fyrir mest hafsækinni starfsemi
en þó opnað á það í deiliskipulagsgerðinni að önnur starfsemi geti komið inn. Og það skilgreint þá í deiliskipulaginu miklu nánar hvers slags starfsemi það getur verið og með þessu þá í raun og veru líka verið að vísa til þess að lóðarhafar sem náttúrulega koma að þá hugsanlegri deiliskipulagsvinnu að þeir þá beri fram eða leggi fram gögn hvers konar starfsemi þeir sjáu fyrir þessu. Nú þetta í raun og veru í sjálfu sér núna bara enn á þessum svo kallaða upphafspunkti, við erum að kynna þetta og markmið þessa fundar bæði fyrir þá sem eru hér á og horfa á þetta heima að það í raun og veru að koma með ábendingar, koma með hugmyndir, koma með athugasemdir það sem menn telja betur mætti fara. Til þess svokölluð aðalskipulagsvinna og í raun og veru eigum við líka eftir að halda fleiri kynningafundi þegar lengra gengið á þetta aðalskipulagsferli þar sem við gerum fólki betur grein fyrir þeim hugmyndir sem hafa þá komið fram og hvernig menn sjá fyrir sér að koma móts við þær. Nú ég veit ekki hvort ég á að vera að hafa þetta mikið lengra, ég heldur þetta svona almennur inngangur hvað þetta þýðir og hvert við erum að fara og opna bara fyrir í raun og veru spurningar og umræðu þetta. Gjörðu svo vel. Hvað áætlaður langur tími í þetta ferli sem þú tala um? Sko, almenna ferlið í aðalskipulagsbreytingu getur tekið, ég nefni oft töluna 9 mánuðir. Það að segja að sko ferlið þannig að þegar auglýsingatími og athugasemdir hafa borist, þá ber sveitarfélaginu að taka saman athugasemdirnar og svara þeim og svo framvegis. Það þarf að senda þetta inn til skipulagsstofnunar sem þarf að fara yfir þetta. Við þurfum að leita ásjár út af umhverfismálum og fleiri þáttum og það eru ýmsar stofnanir sem við lögum samkvæmt eigum að leita ásjár hjá og leita eftir umsögnum. Þannig að það fljótt að tínast til tíminn sem sem fer í þetta. Hvert sendir maður inn athugasemdir? Til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2, eða í tölvupósti á skipulag@hafnarfjörður.is. Ok, gott að vita það. Já. Þessi gögn fara síðan, ég biðst nú afsökunar á þeim tæknilegu örðugleikum sem við lent í með þetta, en þessi gögn fara inn á heimasíðu og við getum líka sendt þau á ef menn hafa náttúrulega þegar skráðu sig, ef menn hafa þá jafnframt getið netfang, þá getum við sendt þau á þau líka. En síðan verður þetta náttúrulega á heimasíðu Hafnarfjarðar líka, þessi kynning, eins og hún fer í loftið hérðan. Þú segir það. Já, ég meina spurningu, Guðlaugur heiti ég. Hvernig með bílastæði við smábátahöfnina? Nú, ég með bát þarna og á góðviðrisdögum eru bílar við smábátahöfnina 20-30 bílar oft. Já. Hvar eiga smábátasjómenn að leggja bílana sína þegar þeir eru að vinna í bátana sínum að fara á sjó? Sko, núna erum við bara að vinna svo kallaða landnotkunarbreytingu og í því felst í raun og veru bara breytt starfsemi á svæðinu og möguleiki á breyttri starfsemi. Þegar kemur á deiliskipulagi og deiliskipulagsgerð þá fara menn að vinna bílastæðalausnir. Í rammaskipulaginu aftur á móti kveðið á möguleika á bílastæðum á jörðu, bílastæðum í bílakjöllurum og svo framvegis. Þannig að þetta allt háð í raun og veru hvaða lausn verður ofan á í deiliskipulagsvinnunni. Nú hef ég verið að skoða tekníkar að þessu og ég sé ekki eitt einasta bílastæði þar sem að stæðin eru núna við smábátahöfnina. Nei, en það þá gert ráð fyrir því í deiliskipulagsvinnunni að menn verða að taka á þeim þætti allt eftir byggingamagn og fyrirkomulagi húsa hvar menn leysa bílastæði. Já, ok. Já, ég heiti Stefán Jónasson, af því að bróðum minn var að tala um bílastæðin. Já. Við erum hérna smábáta útgerðarmenn. Já. Sko, við mættum hérna einhvern tímann á kynningu og ég held að við höfum talið eitthvað 5-6 stæði hérna. Ég vil bara koma þeirri áskorun á framfæri að núna eru strandveiðar að byrja 1. maí, að menn gerir greiningu á því hvað mikið af bílum þarna og reiknir svo með aukningu af því að við ætlum auðvitað að sjá uppgang útgerðar þetta í Hafnarfirði í framtíðinni. Ég get fullyrt að við vinnslu deiliskipulags og þeirra tillagna sem eiga eftir að birtast varðandi þetta svæði, það má ekki gleyma því að hver deiliskipulagstillaga sem síðan birtist, hún verður líka auglýst og kynnt.
En á hverju stigi sem við tökum núna í þessum skipulagsbreytingum, þá verða bílastæðin ofarlega á baugi og verða rædd. Og í raun og veru eins og ég gat áðan, þá erum við bara núna að tala landnotkunarbreytinguna en bílastæðin, þeir eru ekki gleymd. Ég vil líka minna hann Róbert Guðfinnsson, athafnamaður á Siglufirði, hann mætti hérna einu svona á fund sem var haldinn hérna, þegar þessar fyrstu hugmyndir þetta svæði var. Já. Og hann svona loka orð og helstu ráðlíkingar voru það að hlúiði vel af trillusjómannunum hérna. Það má ekki gleyma þeim allir uppbyggingu. Þeir eru lífaðinn þarna í höfninni. Já, herðu, ok, takk. Fleiri spurningar? Enga vangaveltur þetta? Já, Haraldur Jónsson heiti ég. Hérna bláa afmarkaðasvæðið þarna við Fornubúðir. Já. Hérna það er skilgreint sem hafnsækin starfsemi. Hérna, já. Já, akkurat það sem húsin standa. Já. Hérna mér finnst ég hafa lesið ykkur staðar að á þessum reit mætti hugsanlega vera menningarstarfsemi, menntastarfsemi og annað slíkt, eitthvað fleira. Hérna þarf ekkert að breyta þessu til að svo geti orðið? Sko, í greinagerðinni með þessu hérna, þar í raun og veru þetta sem þú myndist á, tekið upp og haldið til haga. En þess ber að geta að fyrir þessa hérna lóð í raun og veru í gildi sérstakt deiliskipulag sem nú nýlega ekki bara nýverið búið að breyta því. Þar sem við vorum að breyta greinagerðinni þar sem sko ítrekað var í greinagerðinni þessi fjölbreytta starfsemi sem þú meðal annars nefndir. Og þar að auki gerum við ráð fyrir því samkvæmt rammaskipulaginu og þá í þessari greinagerð að þetta haldi áfram. Þannig að það ætti að vera... Þannig þá ekki því til fyrirstöðu einhver menntastofnun kemið þarna? Það ekki því til fyrirstöðu að menntastofnun eða neitt slíkt komið þarna inn. Miðað við þetta þá hérna það væri hugsanlegt leikhús og fleiri slíka starfsemi þarna á þessu svæði. Markmiðið í raun og veru kannski að auka á fjölbreytileikann og í raun og veru fjölbreytileikinn pínlítið bara háður hugmyndaflugi þeirra sem eiga þarna lóð og lönd og þurfa að finna starfsemi sinni farveg. Það í raun og veru markmiðið með þessu skipulagi. Og þessari skipulagsbreytingu. Einhverjar aðrar vangaveltur? Ekkert á netinu en slíkt? Nei, ég sé ekki eina einustu spurningu hér. Nei, en sko það kannski rétt að árétta það að ég gat þess hérna áðan að sko saka skipulagslögum landnotkun eða skilgreining á landnotkun. Skipulagslögin gera ráð fyrir 12 ára gildistíma. En sveitarfélögum heimilt að endurskoða landnotkun á 4 ára fresti, svona miðað við kosningar. Í þessu tilviki náttúrulega erum við búin að vera, og ég gat það líka, menn erum búin að vera að skoða í raun og veru þróun, nýtingar og byggðar á þessu svæði frá því á upphafi annars áratugs þessar aldar. Menn skiluðu af sér ákveðna svona athugunarvinnu 2016 og svo fórum henni í þetta samkeppnina 2018 og þetta hefur náttúrulega skilað af sér ansi fjölbreyttum tillögum en menn hafa líka verið að taka inn í þetta og sjónarmið eins og til dæmis möguleikann á þéttingu byggðar, reyna að skapa styttri leiðir frá vinnu og búsetu og fleiri slík sjónarmið. Nú, menn hafa líka verið að skoða bara hvernig breytingar hafa átt sér stað varðandi höfnina, það að segja stærri skip versus smærri skip.
Innri höfnin þarna, innsta höfnin, að hún hefur náttúrulega verið meira fyrir trillur og skemmtibáta og þetta er alltaf færast til, tæknin er að breytast í þessu líka, þungaflutningar og fleira, þannig að menn eru svona í raun og veru að reyna að sjá fyrir og sjá aðeins inn í framtíðina þannig að byggðin á þessu svæði geta þróast í þessa átt sem við erum svona opna fyrir með þessum landnotkunarbreytingum. Þess ber að geta að grundvöllurinn fyrir slíkum framkvæmdum er akkurat það sem við erum að kynnast hér í dag, það er að segja landnotkunarbreytingin og í kjölfarið kemur í raun og veru deiliskipulag einstakra svæða, reita eða nokkura lóða í einu. Það er allt háð síðan ákveðinni samvinnu lóðarhafana og sveitarfélagsins. Ég veit ekki, þetta er bara stutt kynning og eina sem ég get sagt til viðbótar kannski núna er að við munum halda áfram með þessar kynningar. Það verður önnur kynning þegar fram í sækir, lengra komin í aðalskipulagsvinnunni og þá munum við jafnframt auglýsa eftir í raun og veru athugasemdum og slíku en samkvæmt þessari kynningu og með vísan til skipulagslaga sem slíkt gildir þá þökkum við fyrir ef við fáum ábendingar og sjónarmið. Þannig að og við munum þá senda þessa kynningu á alla aðila þannig með fáum hann líka í pósti vegna þeirra vandamála sem við lentum hérna í með skjáinn og fleira. En ég vona hún hafi skilað sér í útsendingunni á fésbókinni. Ef það er enga fleiri spurningar eða vangaveltur þá ætla ég bara að þakka fyrir og hafa þetta ekki lengra.